Come on, man! Allir með! Siggi! Já, við erum stödd hérna á Laugardalsvellinum og ég hérna með Orra Gunnarsson. Til hamingju með hennar leikári. Takk, það var frábær leikur. Er þetta ekki fyrsti heili leikurinn þú spilaði með meistaraflokk? Jú, fyrsti leikurinn. Og hérna, þú varst að standa þig bara mjög vel fannst mér. Já, takk fyrir það. Erum við ekki bara í góðum sés núna eftir þennan leik? Jú, þetta er algjörlega í okkar höndu núna. Það er bara, við verðum bara að taka Grindavík. Ok. Og bara, já, massa þetta. Já, þetta er bara, við stöndum bara þessu, bara slum halda okkur uppi og það er bara, tökum eitt leik fyrir einu og það er Grindavík næst. Menn voru að segja það hérna í leikliðinu, ef við myndum vinna þennan leika, þá myndum við setja þetta mót í uppnám. Já, margir voru búin að spá okkur falli bara í miðju móti. En við komumst ekki tilbaka og sýnum að við kunnum að spila fótbolta. Ég sá þú varst aldrei spældur að fá ekki að spila með öðrum flokknum daginn, en var ekki, svo hvíld ekki bara góð? Jú, það er fín hvíld. Maður vill náttúrulega spila alla leiki. Já, en það er gott að fá hvíld einstöku sinnum. Bara frábært og enn og ný til hamingju með þennan leik. Takk. Þegar ég verð nú að fá að misnóta aðstæðumina hérna að Þorvaldi til hamingju með þennan leik. Takk fyrir. Nú sýndum við alveg baráttu og vilja til að vinna þennan leik. Já, ég miðast bara í síðustu leikjum við gert það. Við svolítið panik náttúrulega eftir að fá okkur mark í síðustu leik á síðustu mínútunum. Það var panik að maður ósar átt. En menn náttúrulega bara klára þetta og ég held við áttum það náttúrulega skilið. Við vorum yfir bara líð en auðvitað náttúrulega síðustu mínútunum og svo fáum við rautt spjald sem er svolítið sérstakt. Já, þetta var mjög sérstakt og við vorum vonandi eftir að fá að sjá þetta í sjónvarpinu. Maður verður að treysta því að dómgæslan sé í lagi en hérna svona heilt yfir var þetta ekki bara hörkugóðu líkur á okkar hálfu? Mér finnst það virkilega góð, við vorum öll völd og spiluðum og fengum fullt af færum. Það er nú svekkjandi að skora ekki fleiri en 3 stigin var allt sem við auðvitað spila upp á og við náðum þeim þannig að núna verður það einbytting á næsta leik. Bara hjartanlega til hamingju með þetta. Takk. With Lenny? We're in the change room directly after the 1-0 win with Keflavik. Stephen Lennon, fantastic biceps, Lenny. Can you tell us how you get guns like that? Just hard work in the gym. I'm showing Sam Houston how to do it. He needs to get in the gym. Look at that belly. There's rumours that Sam Houston's carrying a bit of weight, and Lenny's trying to give him a diet to sort of, ease that a bit. But yeah, it was a great game. How did you feel, Lenny, in the game? Personally, I thought I was shit. But I think it's a good 3 points, and we just need to carry on next week. It's in our own hands now. Then we can go in and win and stay up. Yeah, it's a great 3 points today, and obviously we needed to win today. Obviously to get it back in our own hands, and now it's in our hands. And you had a dodgy moment. You've had 3 yellow cards, and the referee came over, and you thought you were going to get your 4th. Yeah, no, I was showing it wasn't me, and I was getting a bit of stick for you see. But it doesn't matter. I've won the game. Can play next week. Beat Grindavík, and then we're going to stay up. Okay. One very big question that I know that everybody is asking, are you going to stay with us? It's a big question, that's a big question, that. It's a massive question. I'm sure I'll stay. Yeah. Framara till I die. I think it's the same as Samuel Houston around the corner, but I think he's going to sign an 8-year contract. No.